Sæll fyrir fólki og velkomin í þátt minn Mannamál og sjónvarpsstöðin okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni hefur verið kallaður umboðsmaður Íslands árabil og það nafn með rentu. Hann þykkur og stundum þver fyrir og í seinni tíð kannski frægasti eiginmaður á Íslandi fyrir að tekið upp hanskan fyrir konu sína á síðasta ári svo eftir var tekið selfisingur í húð og hár. Einar Bárðarson, velkomin. Gott kvöld. Það er verið að halda útgáfutónleika í næstu viku í tilefni þess að þú átt eiginlega 20 ára lagaafmæli, Farinn, þitt frægasta lag, ofboðslega frægt lag. Það eru orðin 20 ár síðan. Já. Þetta er svona svolítið sérstök tímamót. Þú ert að taka saman svona bestu lögin á plötu og gefa út ásamt því að láta aðra söngvara en sunguðu syngja þau á tónleikunum. Þetta er nefnilega svona smá kúnst sko þegar maður er ekki flytjandi sjálfur. Bæði að fagna svona tímamótum og einhvern veginn koma þannig fyrir að maður geti hugsanlega gert eitthvað sem að komi með eitthvað nýtt inn í mixið og ég ætla nú ekki að gera fólki það að fara að syngja öll sjálfur, ég er ekki viss að það hefði endilega fært þeim aukna lífdaga. Ertu lélegur söngvari? Nei, ég er ágætur söngvari, ég er bara á svo marga vinir sem er miklu betri. En mér langaði og ég lengi velti fyrir mér að bæði bara gagnvart þessum svona katalóg sem við köllum þegar maður er í músíkinni sjálfur að svona gera eitthvað til að halda upp á þessi tímamót og svona kannski nota það í leiðinni til að hvetja mig til að fara að semja aftur sem ég var eiginlega hættur að gera. Akkurat. Hvernig semur lögin? Þú átt ofboðslega vinsæl lög. Þú átt greinilega auðvelt með að búa til góðar melódíur. Já, sem betur fer. Þetta er einhver náðargáfa sem að mann er gefin og maður þarf að fara að varlega með. Er þetta bara fax og ofan eða? Já, það er nánast þannig. Og ef að það gerist ekki þannig, ég hef ekki tamið mér að setjast niður og pína mig í gang, en það hefur þó gerst og þá hefur nú alltaf eitthvað komið. En stundum, eins og kannski bara til dæmis eins og lag eins og Ég sé þig með honum Björgvini Halldórsssyni, sem ég samdi fyrir sem hann tók á sínum tíma. Ég man bara eftir því þegar vélagið og allt dótarið kom og þá sat ég bara og þá bara reis ég upp úr rúminu. Kom það bara með póstinu? Og bara ýtti á upptöku og bara spilaði það. Og svona er nú með einhver fleiri lög. Birtu til dæmis Eurovision-lagið mitt, það bara svona small inn. Og ég geri þetta nú þannig sko að ég sem eitthvað í hausnum og svinga þess og spila það og punta niður eitthvað og jafnvel tekja eitthvað upp. Og ef ég man það og er að söngla það daginn eftir, þá ertu farin í gegnum fyrstu síðuna. Og já, mér er þetta einhvern veginn bara gefið þannig að ég líti á þetta þannig sem bara eitthvað svona þetta bara kemur bara. En þú gast aldrei orðið Einar annað en umboðsmaður í músíkinni af öllu hjarta heima á Selfossi, stráklingur, ert út í bílskúr með vasaljósin, leikmyndir og ert að búa til tónleika í huganum. Ég var alltaf að teikna myndir af Kiss og ABBA og einhvern veginn og stilla þessi eitthvað upp og svo voru dúkkurnar eða svona bánsarnir og dótarið gert að einhverjum upp í hillum, gert að einhverju sviði og vasaljós notuð sér sviðsljós og svona og svo fór maður að leika Queen með vinum sínum þegar það tók við og út í skúr og svona bara músíkin hefur bara alltaf verið bara svona rauður þráður í mínu lífi. Já, og svo sko þegar þú verður aðeins eldri þá eru þarna í kringum þig sko alls konar hljómsveitir, döðurokksveitir og þú ætlar að toppa þær í nafngiftum. Þetta eru svakalega nöfn á hljómsveitum. Já, við vorum sko, ef það var eitthvað á Selfossi sem við gerum ekki eins og aðrir, þá var það nöfnin á hljómsveitunum okkar. Og hljómsveitin sem ég spilaði mest með og svona bara, var svona fæðikeðjan okkar í gegnum framhaldsskóla hét Tommy Rótari. Og það var bara því að vinur okkar hét Tommy og hann spilaði ekki neitt og hann var Rótari. Og það var alltaf bara eðlilegt að skýra nafni í hausinn á honum. Hann er nú veitingamaður á Kaffi Krús í dag. Takk fyrir. Og en síðan voru menn alltaf svona að leika sig með þessi nöfn og vinir mínir nokkrir voru Siggi Pönk, hann var forsprakki hljómsveitarinnar Forgarður Helvítis. Þetta er hugguleg nöfn. Og svo voru aðrir vinir mínir sem eru nú blaðamenn og miklir hugsuðir í dag sem voru með hljómsveit sem hét Sauðfé og mjög undir höggasæki í landi Reykjavíkur sem var nafn með rentu en rosa óþjált og Dr. Gunni sagði að þetta væri eitthvað merkilegasta hljómsveitarnafn og merkilegasta hljómsveit sem hefði komið fram í músíktilraunum en þetta voru svona Segðu þetta aftur. Sauðfé og mjög undir höggasækja í landi Reykjavíkur.
En samt á þessum tíma voru strákar með okkur í fjölbraut eins og Jónas Sigurðsson sem náttúrulega bara einn flottasti listamaður þjóðarinnar. Snillingur. Þannig að það var heilmikið að gerast þarna hjá okkur í skólanum. En eitt af því sem við gerðum okkur til dægrastyttingar þegar við komum svona freka framlóðir eftir kannski ofneyslu bjórs á 50 dögum í skólan semst á föstu dögum, þar að við söfnuðumst alltaf saman í löngu frímínútum og rökuðum okkur inn á Kallaklósti og það var klúbbur sem við kölluðum klúbburinn Örugg og Rakstur. Og þar var heilmikil reikistefna einu sinni þegar ég var eitthvað að reyna að skáka þeim fannst ég bara að vera eitthvað að spila eitthvað kellingapopp og eitthvað og þá vorum við að tala um Sigga Pöng sem var fórsprakki hljómsveitarinnar Þorgarður Helvítis og hann var nú búinn að eiga nokkur nöfn hann í leiðinni eða nokkur bönd aðdraganda þess nema þá segi ég bara svona í votta viðvist að ég er nú nafn sem að ég mun skáka öllum þessu drasli með og þegar ég stofna mína eigin metalhljómsveit sem að muni heita Skítamóral. Og þetta fannst mönnum náttúrulega sjúkt nafn sem átti reyndar enga hljómsveit. Það var bara, nafnið var það eina sem var komið. Það var nú svona, fyrir markaðsmann var það nú sjálfsagt ekkert flókið mál að vera bara komið með nafnið. En svo var það nú þannig að á svipuðum tíma þegar ég er 16-17 ára, það er bróðir minn, 12-13 ára, að stofna hljómsveit með sínum vinum í Addi Fannar í félagsmiðstöðinni á Selfossi og út í skúr hjá mér og okkur foreldrum okkar. Og þá eru þeir að spila Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple og svona lög í þessum anda, Cult og svona var nú svona þá nýja efnið sem voru að flytja og gerðu það lista vel. Því að þessi strákar sem í bandinu eru listaspilarar og Gunni Óla 12-13 ára fórsprakki hljómsveitarinn var náttúrulega bara undrabarn, bæði á gítar og söng. Og Addi kemur til mín og spyr hvort það megi nota þetta nafn, Skítamóral. Og ég svona einhvern veginn, ég sá nú svo sem ekki fram á mikla nýtingu, hvort sem er nýtt 1 kvöld eða 2, en það verið alltaf örugglega ekki meira. Þannig ég bara gaf blessu mér á það og þeir tóku þetta nafn og þetta hefur verið svona svolítið eins og það segir í laginu með Johnny Cash, svona þegar hann skýrði barnið sitt, drenginn sinn Sue, að fólk var tregt til að fara á ball með hljómsveit sem heit Skítamóral, en þegar það var búið að fara einu sinni þá vildi það sannarlega fara aftur. Þú ert búinn að vera umboðsmaður og flytt inn hljómsveitur áraraðir, Nælon-ævintýrið. Það er nú einn af þekktast hjá þér. Hvernig var sú hugmynd til? Sú hugmynd verður til þannig að ég er búinn að vera að semja lög fyrir Skítamóral og ég er búinn að vera að semja lög fyrir Á móti sól, Björgvin Halldórsson tekur hann eitt lag og svo er bara hlutirnir orðnir þannig að Skítamóral stendur loksins undir nafni og talast ekki saman og eru hættir, bara svo bílarnir. Á móti sól og búinn að taka eitthvað af lögunum mínum og gera vel en ákveða síðan að fara í svona að endurútgefa gamlar íslenskar dægurperlur og það kemur svona ákveðið tímabil af þeim. Þannig að það rennur í vaskinn hjá mér en hann er bara að fyllast. Það er ekki músík að fara út Og ég einhvern veginn bara sest eitthvað niður og svipuðum tíma koma til mín strákar sem voru þá fórsprakkar í dagskrárgerðar á Skjá 1 og spyrja mig hvort að ég sé með eitthvað hugmynd sem að ég geti farið inn í eitthvað sem er hljómsveit Íslands árið áður. Gera svona þáttum að stofna hljómsveit og eitthvað svona. En ég sem er ekki bara komin tíma og er ekki bara hægt að stofna svona íslenska stelpuhljómsveit. Líka ýmislegt annað sem að ég var að hugsa þá, ég var svo mikið í að dæma söngvakeppnir og þá var formúlan einföld, það voru 20 keppendur, það voru 17 stelpur, 2 strákar að grínast og 1 strákur að meina það. Það var svona módel, en samt einhvern veginn hvert fóru allar þessar 17 stelpur sem sungu svona vel. Þannig að mér langaði svona líka að búa til plattform fyrir þær og ég hafði líka verið að vinna með Írafár, þau hafði verið að gera gott mót. Allir vildu fá Birgittu en það nefndi enginn að borga fyrir hljómsveitina. Það verið að draslast með trommusett og eitthvað svona, þannig ég fór eitthvað að hugsa, kannski bara svona söngflokkur, kannski bara komið tíma á það. Þannig að til að gera langa sögu stutta, þá förum við á Árnapröfur og setjum þetta saman. Þær fara að spila lög eftir mig og fleiri lög og við gerum gott mót. Ég fer að vinna svolítið með Friðriki Karlssyni og svo leiðir einhvern veginn eitt annað og 3 ára seinna þá finn ég mig bara allt í einu út í London komin með þær og útgáfu og umboðsskrifstofu og allt á fullu. Áttu þær séns? Já. Það var alveg ákveðin ákveðið mission hjá okkur. Það var svona þessi bönd sem höfðu verið mjög áberandi í stúlkna svona söngsveitapoppinu, þær voru annaðhvort hættar eða að hætta og það var eiginlega og enginn búinn að svona taka plássið þeirra og við ákvaðum að fara inn í það segmenti sem við köllum það með svona stelpuband sem var ekki alveg á narjónum og hugsanlega með eitthvað svona
einhverja tónlist sem að ég var reyndar löngu hættur þá kannski að semja, heldur var bara komin svona í umboðsmannagírinn og við ætluðum að fara í einhverju svona kreðsu sem væri svona kannski svona samþyktari af foreldrum og nú svona, þú veist, já, þau tóku svona þá nálgun og við gáum út 2 lög og það gerði mjög vel. En á sama tíma hérna heima er Garðar Cortes að gefa út plötu undir mínum merkjum sem að náði bara einhverjum árangri sem að var bara mjög sjálfséður. Það var nú bara Ásgeir Trausti og hann hérna Múkisson sem hafa kannski náð að toppa það eða gera svipaða hluti síðan. Þannig að það fór einhvern veginn svona automatist í það að fara með hann út. Þar var líka, það var svona kallað á þessum tíma hérna undir, 2005, 6 og 7, það voru 3 kaupendur eftir af tónlist. Og þeir, í raun voru bara 2 fyrirgefið, það voru Húsmaður í Bretlandi og hérna The BMW Drivers of Europe. Og þeir keyptu sem sagt hérna, og BMW hérna driverarnir í Evrópu, það var svona ákveðið segment af kaupanda. Hann keypti Coldplay-plötuna og YouTube-plötuna. Svo keypti hann eitthvað svona Norah Jones, eitthvað svona gull. Og svo keypti hann orðið svona klassískt crossover til þess að þykjast vera svona menningarlega sinnaður. Þar tikkaði Garðar Tórinn. Og við fórum, og ég raun og verið svona fer það svona krossar svolítið yfir og við förum á fullt með hann. Og það bara tekur einhvern veginn á þannig flug að það var fullt í fangi fyrir mig að fylgja því og eftir. Þannig að stelpurnar óskuðu eftir því að fá að prófa sína að fara til Bandaríkjanna. Ég var náttúrulega bara í Bretlandi, ég var ekki til stakk búinn til þess að fylgja þeim þangað og gaf þeim bara lausan tauminn til þess að fylgja því áfram því að eitt mega eiga að ég kynntist þeim hann á 2004-05. Gríðarlega vinnusamar, músíkalskar, flottar stelpur. Og allavega 2 þeirra eru bara ennþá út í Bretlandi að vinna sem í Bandaríkjunum að vinna sem lagahöfundar og tónsmiðir. Þannig að, þú veist, ég segi bara alltaf, í guðanabænum verið ekki að flýta ykkur og koma hingað heim og borga húsbréfum, skilur, sem eru verðtryggð, sko. Það er bara rugl. Einar, þú ert búinn að vera að flytja inn hljómsveitir árabil og þetta frægt fólk, þetta er Deep Purple og Marianne Faithfull og Van Morrison. Hann kannski þvældist þetta mest fyrir þér. Já, ég svona, sko, ég gerði mér far það þegar ég var í þessum tónlistarinnflutningi og þetta eru kannski svona 25-30 nöfn í það heila sem fólk þekkir og hérna, ég var svo sem ekki mikið í að eiga mikið samskipti við þetta fólk sjálfur. Ég bara lét, þú veist, ég var bara að halda tónleika og var svolítið svona faglegur á þeim nótum sem útskýra það. Ég held ég ekki mynda mér einu einasta af þessu fólki nema kannski 2-3 persónulega uppáhaldi. En hérna, allavega Van Morrison kemur hérna og þá var nú nýbúið að opna hérna Nordica hóteli sem heitir Hilton í dag. En sem sagt, og eina ástæðan fyrir því að ég náði honum til landsins því að hann var bara illfáanlegur til að spila var að hann var að gefa út einhverjar svona jazzskotnar hljómplötur og ég fer í samstarf við Jazzhátíð Reykjavíkur og fæ að svona bjóða honum undir þeim formerkjum og tekir hann og rammel að halda. Ég segi bara, ég skal koma með tónleikana hans inn í dagskrá hérna Jazzhátíðarinnar en ég er að halda tónleikana og þið bara njótið góðs af því og þeir samþykktu það og á þeim forsendum fæ ég til þess að koma hingað. Og það var hérna, ég man að sko, það var Fótur og Fit, þeir koma hérna á föstudegi, hópurinn hans, föstudagsmorgni og það fyrsta sem þeir segja mér þegar þeir eru að koma til landsins þeir koma í borgina að túrmaður sem tilkynnir með það með mikilli viðhöfn að Van sé bara komið í kvöld. Og ég bara segi, það er nú ekki seinna vænna, tónleikarnir eru á morgun. Þess að hann kemur bara alltaf bara á deginum, sko. Og ég segi, hvernig fer hann að því? Hann flýgur sjálfur, engavél. Hann situr í gíginni, heldur hann flýgur henni. Og ég bara, já, ok. Og svo kemur hann á föstudagskvöldinu og þá var nú sko Hilton hótelið svo nýtt og það var enginn búinn að gista að ég veit á forsetarsvítunni. Nema Van Morrison er búinn að bóka þér í hana. Og það var ekki eins og búið að tengja DFD því að sko ég fæ símhringingu klukkan 11 á föstudagskvöldi og ég skil ekki DFD bara af einhverju númeri frá Hilton og þá er það bara Van Morrison sjálfur að hringja tónleikahaldarann og skilur ekki í því að það er ekki rafmagn á DFD-diskum. Og ég segi, hvað er ég komin í? Svo leysist hann og svo skömmu síðan hringt aftur. Og ég segi, heyrðu, ég er nú múin á því síman hérna, hvað heldur alveg fólk vilja heyra? Tónleikum? Og ég einhvern veginn bara byrju, stumru upp mér einhverjum nöfnum sem ég var nú sem betur fyrir ágætlega að mér í tónlist Van Morrison. Ég veit ekki hvernig þetta hefði endað, þetta hefði Marianne Faithfull, ég kann eitt lag með henni.
En allavega næst svona, já, ok, ég skil, bara svona greatest hits. Já, er það ekki bara? Já, fínt, ég gera það. Svo bara skellt og ég svo bara, var ég með að dreyma þetta? Því þetta var bara eitleitið nóttum. Svo læti ég þetta nú vera og fer niður í Laugardalsvöll daginn eftir og þá kemur tourmanagerinn eins og það eru kallaðir. Við hringdi hann í því í gærkvöldi. Já, hvað var hann að spá? Alveg á tauginu. Ég segi, hann var bara að spá í hvaða lög hann ætti að taka. Er það? Það var bara aldrei látið nokkurn mann neinstaðar hafa áhrif á það sko hvaða lög var tekin. Það bara einhver heilagur kalleikur. Ég segi, já, ég bara nefndi einhver nöfn og ok, heyrðu, þú lætur mig vita að hann talar eitthvað meira við þig. Þeir voru allir á nálum sko, allt grúið hans. Ég hef aldrei séð hann aðeins. Nema hvað, svo erum við komin hérna og ég eitthvað sko að spá spekulera og eitt af því sem ég reyk augun í það er svona klukka, bara eins og á stigatöflum í handbolta höllum, bara við píanóið. Og hún segir bara -7 og er eitthvað að telja niður. Ég segi, hvað er, þegar tónleikandi byrja klukkan 8, sem er eftir 7,5 tíma, og þetta er sem sagt bara, hann byrjar bara klukkan 8. Það stendur í samningnum að tónleikandi byrja 8 og hann vill byrja bara klukkan 8. Þannig að á píanóinu er bara klukka. Og ég segi, er hún ekki úr eitthvað, hann bara vill hafa þetta hana, og það er bara svona. Og það var búið að skyggja hana sko, þannig að fólki í salnum sæi ekki sko, og svo spilar hann í 90 mínútur. Og það er bara dillinn og ég segi, hvað er þetta? Svo reyndar honum til svona sannmælis og þá spilaði hann þannig að það var ekki eitt, hann andaði ekki á milli laga, það var bara búm, búm, búm. Þannig að hann bara, fólk fékk bara fyrir peninginn, þess að 90 mínútur var búið. Nema hvað, svo kemur hann í höllina svona 3-leytið og bara trompast. Og það var ekkert nýtt sko, þeir vissu bara aldrei yfir hverjan myndi trompa. Og hann kemur til minn tourmanagerinn aftur og segir, heyrðu, það er nú smá vesen vissi hvað er málið, hann vill ekki spila hérna. Og hann vissi ekki að það væri íþróttahöll. Og ég segi, þá fór ég nú fram og ná í bólunum sem var að vera að selja fram í hans nafni. Ég segi, það stendur Laugardalsvöll Sports Arena á bólunum. En það gat nú ekki komið öllum óvart. Ég segi, komdu bara með mér hérna og við skulum bara taka eitt hring. Ég segi bara, við erum ekki að fara að finna annan tónleikahús. Þetta er bara, harpan var nú ekki einu sinni orðinn grunnur sko. Þannig það er ekkert annað að halda þetta. Já, komdu bara út í bíl. Svo fyrir við út í bíl og ég segi, þú veist að við erum ekki að fara að finna annan sal. Nei, við bara tökum eitt hring og komum tilbaka og segjum ekki fyrir neitt. Einar Bárðarson, gestur mín að þessinni með sögurnar sínar af umboðsmennsku og tónleika innflutningi. En við skulum gera hér stutthlé að því loknu fjöllum við eiginmann Íslands. .30 er eldklárt. Fersk og holl hráefni, tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn. Gæti það verið betra? 2030. Einfalt að elda, ljúffengt í matinn. Ert þú ekki örugglega að safna vildarpunktum? Kannaðu stöðuna og draumafríið gæti verið innan seilingar. Icelandair. Langar þig að læra dáleiðslu? Grunnnámskeið hjá Dáleiðsluskóla Íslands, dáleiðsla.is. Mannlíf fagnar eins árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næststæðsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is. Ívar Hauksson kynnir sérsniðnar golfferðir til Spánar allt árið á Mar Menor. Allar upplýsingar á Facebook. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Hjá Ökuskólanum í Mjódd færðu allt ökunám. Upplýsingar í síma 567 0300 og bílpróf.is. Vilt þú verða markþjálfi? Við hjá Evolvia höfum áralanga reynslu í markþjálfun. Kíktu á evolvia.is. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða þig við næstu skref í námi eða starfi. Pantaðu tíma á mss.is. Smelltu þér á einn notaðan á nýju heimasíðunni notaðir.benni.is. Frábær tilboð bílabúð Benna. Krókhálsi. Útsölunni lýkur á laugardaginn. 25–50% afsláttur af flestum vörum. Grillbúðin Smiðjuvegi.
Sæll verið fólkið á nýja leik þér að horfa á mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut og gestur minn að þessu sinni umboðsmaður Íslands Einar Bárðarson og eins og ég gat fyrir hlé eiginmaður Íslands, svo má segja. Þú ert einn af frægastu fyrir að hafa komið konunni til varnar. Förum til september á síðasta ári þegar þú ákveður einn góðan veðurdag, 2 dögum eftir að Áslaugu Thelmu Einarsdóttur konunni sagt upp hjá Orkuveitunni, að fara til forstjórans og segja frá því hvað var undir teppinu. Já, ég sést bara skömmu eftir að konan kemur heim og segir mér hvað hefur gengið á og þá var nokkur svona, það allt svo sem komið fram en mér var svo misboðið vegna þess aðdragandi þessar uppsagnar var náttúrulega kannski aðeins öðruvísi heldur en gengur gerist. Aha, varstu reiður bara? Já. Fók? Já, ég meina mér var bara mjög misboðið yfir því hvernig menn komu fram við hana og mér fannst bara vera komið fram við konur. Já. Hún var búin að gera athugasemdir við framkomu gerandans í 1,5 ár. Aha. En honum samt gefið tækifæri á rekana að hann gripi til einhverja annarra aðgerða. Þú orðið foxsýllur? Já, það bara allt í stefnum og opinberum stefnum þessa fyrirtækis segir að viðbrögðin eigi að vera allt önnur. Aha. Og ég var mjög reiður að skrifa bréfum þar sem ég svona hæðist með það að ég ætla að halda ráðstefnu jafnlaunavottanir og jafnrétti á vinnustöðum og ætla að bjóða þeim að koma að tala og kona mín muni líka tala þarna og lýsa sinni reynslu og hérna í háðsglósum dró Ragnar vinn minn inn í þetta og sagði hann var að bjóða mig að halda þessa ráðstefnu og sem þekkja mig, sem lesa þetta og bara engdust að hlátri. En hérna hins vegar segi ég svona en alvarlegi tónninn í þessu sá að þeir eru búin að segja henni upp fyrirvaralaust og án skýringa og við þessar aðstæður og við viljum mjög gjarnan hitta ykkur að ræða þetta mál því að þetta bara þetta getur ekki verið svona og hérna ef að við fáum ekki áheyrn og við verðum ekki farið eitthvað yfir þetta og samið þetta því að þetta er náttúrulega algjör út í hött, það verður ekki samið við konunum eitthvað annað en það sem þeir eru að bjóða henni að þá verður náttúrulega bara farið til þá verður leita rétta síns. Eins og ég orðaði að öðrum blandaði inn í þetta og þá bara meina lögmönnum og bara öllum þeim sem þarf til þess að útskýra fyrir það því að þetta er fyrirtæki sem hefur farið út allan heim, alla Skandinavíu og talað hvað þessu framalega í jafnréttismálum. Akkúrat. Og það var það miklu frekar en eitthvað annað, þetta getur sagt hverjum sem er upp, en það er jafnréttislög og ég man ekki hvaða lögin er, þessi 6. grein, þá getur ekki sagt upp, þetta er nú svona bara nánast eins og að segja upp óléttum starfsmanni. Það er að segja þegar starfsmaður er með mál í ferli eins og þetta, þá getur viðkomandi ekkert komið nálægt uppsögn á viðkomandi. Þú getur alltaf fundið einhverja Sigmundur með hann, bara það þýðir ekki að hafa hann í vinnu. Það er bara svona og það þarf ekkert að standast frekar en eitthvað annað og svo mann er bara sagt upp og annaðhvort étur það onni eða eitthvað. En allavega okkur mislíkaði þetta og málinu sjálfs er ekkert lokið af hennar hálfu þó að menn séu búin að skrifa einhverja skýrslu að þetta sé í topplagi og betri en hjá flestu öðrum eins og þeir orðið það sjálfur. En þarna opnaðirðu Pandora box? Já. Það er ekkert öðruvísi? Nei, og í raun staðan á þessum málum er bara miklu aftar heldur en margir vilja vera að halda fram. Í miðju þessum máls þá skammaðist maður sín fyrir að vera karlmaður? Já. Svo átti klaustismáli eftir að koma ofan í þetta? Já, það var alltaf eftir að koma ofan í það þarna. Við erum alltaf ekki að skammast okkur fyrir að vera karlmenn en við þurfum alltaf bara að haga okkur eins og karlmenn. Já. Bara að virðingu auðmýkt og karlmennsku. Einmitt. Karlmennska er ekki að vera með klámkjaft og dónaskap og káa á konum og sýna þeim lítilsvirðandi framkomu. Það er engin karlmennska í því, það er bara plebbismi. Já. Klár. Já. Þetta er reynt á okkur? Já, þetta hefur gert það. En það er nú ýmislegt. Maður lendi síðast að setja Eurovision og svona hitt og þetta, þannig að maður er vel undirbúinn. Þannig að maður hefur svona heimilið þurft að taka á ýmsu. En auðvitað er þetta náttúrulega miklu alvarlegra stef og flóknara og eins og ég segið, málinu er ekki lokið af hennar hálfu. Já. En það er erfitt að standa fremst á sviðinu í svona máli. Þetta er svo viðkvæmt. Já, og kannski líka bara sérstaklega hvernig þetta var síðan allt trompetað upp og hún gerði einhvern veginn að sakamanni. Akkúrat. Það sem hún er í raun og veru fórnarlamb og það er gerandi og hann er rekinn fyrirvaralaust fyrir þær sakir sem bara komu fram. Akkúrat. Þetta fara langt ofan í það. Hann skrifa síðan einhvern aðeinslegan pistil það hvað þetta hafi verið óréttlátt gagnvart honum
gerandanum. Hans staða hefur ekki breyst. Þannig að þetta allt svona mjög skrítið hvernig menn réttlæta þessa framkomu gagnvart eiginkonu minn sem síðan, þú veist, fórnarlamb í þessu, en það komið fram við hann eins og hún hafi stundað bara stórkostlegan fjárdrátt. Það átti að leiða hana út úr fyrirtækinu daginn sem hún var sagt upp. Hún átti ekki að fá séns að segja bless við samstarfsfólk sitt. Þetta náttúrulega allt mjög sérstakt. En sko, tökum við konur ekki jafn alvarlega og kalla á vinnumarkaði? Erum við ennþá þar? Ég held að einhverjur okkar séu ennþá þar. Ég reyndar sko, hef alltaf bara rekið mín eigin fyrirtæki og síðan fer ég reyndar inn að Reykjavíkurborgar að vinna hjá yfirmanni sem heitir Svanhildur Konráðsdóttir. Á mjög kvenlægum vinnustað, þar sem hún var að reyna að gera breytingar omvendt, að jafna hlutverk kalla. Og það nú kannski fyrsta skipt sem ég kem inn í svona venjulega vinnu. Og lærði bara mjög margt þar og af henni og bara svona, ekki það að ég hef einhvern veginn verið öðruvísi tengjandi, menn bara, þú veist, þannig að ég bara bý að því og þar var mér bara, þú veist, ég var að setja upp ráðstefnur og þar var bara, þú veist, hér bara, við höfum bara jafnt ég gerði einhvern tímann þau byrjandamistök að það hallaði á konur í svona line-up í svona ráðstefnu sem ég var að setja upp og mér var bara bent á það, hérna þarf að vera jafnt, já, auðvitað þarf að vera jafnt, ég menn það bara þannig. Og eftir það hef ég bara gerði ekkert þau mistök. Eða sérst, mistök, þetta er bara klaufaskapur og svo bara hugsa maður sér, ok, þetta er bara svona. Og síðan kemur þetta klausturmál upp og mörg mál, þú veist, það koma upp mál daglega og maður hefur bara lært að hérna, og þetta er svo klaustri, þetta er svo sérstakt og svo að vera að reyna að setja það í einhvern pólitískan búning núna eftir á. Það bara, þú veist, ofbeldi og svona subbuskapur bara ekkert á dagskrá. Akkurat. Einar Bárðarson sem sagt með dagskrá framöndan hins vegar. Já, ég með smá dagskrá það er lagaúrvalið þitt sem að fara á svið í Bæjarbíó í Hafnarfirði og Selfossi. Já, það var svona til þess að fagna þessum 20 árum, þá langar mig að gera eitthvað svona sem höfundur en ekki sem, þú veist, að ég ekki verið mikið flytjandi og ég kallaði til mig góða menn, Þór Úlfarsson fór ég að taka upp lögin minn upp á nýtt í svona ákveðnum svona heildarbúningi með ákveðna áferð. Þú ert með landslýssöngvar þarna? Já, sem betur fer þá bara er vingarður minn það vel útbúinn sönglega að ég bara hef getað gengið í góða menn og gott fólk. Við erum svona aðeins að mixa, við erum að Magni á móti Sól syngur nælonlag, Jóhanna Guðrún syngur bjöggalag, Klara í nælon syngur skítamálarslag og Gunni Óla syngur á móti Sól og þetta er svona aðeins ístara til. Það er eitt nýtt lag sem ég syng reyndar með Einar Ágústi. Svo og það er að fara að líta dagsins ljós, það er fyrsta lagið sem ég sendi frá mér í 10 ára eitthvað. Og svo er dóttir mín, hún sló í gegn á afmælistónleikunum í haust. Glæsilegt. Hún fær að syngja eitt lag svona í verðlaun fyrir frábæra frammistöðu og hún ætlar að vera með okkur aftur á tónleikunum núna. Hún er komið með umboðsmann sjálf, sem er ekki ég, sem Steinunn Kamilla, sem ég var umboðsmaður fyrir þegar hún var í nælonflóknum. Það var svona grínustum við að hann var ekki búið að skrifa út innan samninga en hún heimtar að fá að vera umboðsmaður hennar og það er bara gaman að því. Hún er nú bara 12 ára, þannig að það er nóg tími. En hún syngur bara ótrúlega vel og ég vissi það svo sem en ég vissi ekki hvernig hún myndi höndla sig á stóra sviðinu en hún reis undir því og gerði gott betur og heitlaði alla. Þannig að þetta er mjög gaman og við ætlum að endurtaka leikinn núna því að platan er sem sagt, hún átti að koma út í haust en af ástæðum sem við vorum að ræða þá hafðist hún aðeins út af dollu, eins og maður segir. Þannig að hún er að koma út núna 8. febrúar og við ætlum að fagna því í heimabænum á Selfossi, sem sagt föstudagskvöldið 8. Selfissingar vilja hafa helgina í svona veisluhöld og svo fer ég Hafnarfjörð náttúr í Bæjarbíó því að Páll Eyjólfsson, Palli Prime, kannski hinn raunverulega umboðsmaður Íslands, hann var svona hvatamaður og keyrði mig svolítið áfram í að gera eitthvað úr þessum tímamótum. Hlakka til. Já, velkomin bara. Haltu áfram að semja. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Fyrir hönd þjóðarinnar. Takk fyrir það. Biðja það. En að vikuleginu verður annar gestur á móti mér í þessum salaræð aðra ævi og önnur störf í millitíðinni. Verið þið góð hvert við annað.